Hvar er ég? Jæja, góðan daginn og gleðilegt ár, gott fólk. Við erum hérna mættir IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og það er leikur IA og Snæfells í fyrstu deildinni í körfubolta. Örn Arnarsson heiti ég. Með mér situr Kristján Gauti. Velkomin og gleðilegt ár. Já, takk sömuleiðis, gleðilegt ári. Vona að hafa haft það gott hátíðirnar. Já, við höfum það mjög fínt. Nema náttúrulega, og nýja árið hefur reynst okkur á IA TV svolítið erfitt, eins og ég var búinn að segja þér þrautasögun okkar frá því í gær. Falleg farar heill. Já, við vonum það og bindum mikla vonum við að við séum svona lausir við helstu vandræðin og við náum að klára þessa útsendingu vel, en það er hérna stórleikur. Vesturlandslagur, Snæfell er í heimsókn á Skaganum undir dyggri stjórn Inga Þórs sem fyrr. Snæfellingar búin að vera svona, fóru ekkert allt og vel að staði deildin en hafa farið vaxandi, finnst mér eftir því sem að líður á tímabili. Já, við skulum skoða stöðutöflun í deildinni. Hún er náttúrulega, hefur breyst örlítið frá því að við spiluðum síðast hérna heima. Þráttur að IA sitja ennþá nokkuð samfærandi á botninum, en það sem vekur mína athygli og við vorum sammála um það hérna áðan að þetta er ekki alveg að marka þessa töflu. Ég er náttúrulega búin að spila langfæsta leiki. Miklu færri leiki en öll hinn liðin. Það var fengið færri tækifæri til þess að ná sér í stig, en þeir sitja hérna á botninum með 0 stig, en Snæfell búið aðeins að síga niður töfluna undanfari. Já, þeir hérna eftir góðan kafla í október, nóvember, þá komust þeir allavega upp í annað sæti minni mig þeirra best lét og svo vera aðeins dreigið eftir, en enga síður heilt yfir hafa þeir verið að bæta sig í allan vetur. Já, þeir sitja sem stendur í 5. sæti, en það er einhvern veginn, mér finnst þegar maður horfir á þessa töflu að það sé orðið nokkuð á hreinu hvaða 5 lið verða að berjast um að komast upp. Já, ég held að það sé eiginlega ekki spurning. Það eru þessi 5 lið sem eru þarna, ég veit ekki. Þó hefur Fjölnir aðeins nálgast, tablan var mun tvískiptari fyrir í vetur, en þeir Fjölnismenn aðeins að nálgast. Það verður gaman að bera saman tölfræði þætti milli þessara liða. Þar er óhætt að segja að Snæfell hefur vinningin svona fyrirfram. Já, þeir hafa skorað töluvert fleiri stig í hverjum leik með 100 rúma á móti 78 og fengið á sig ögn færri en þó ekki mikið, sko. Já, töluvert. Samt er þeir að fá á sig töluvert mikið að stöðu. Þetta er greinlega lið sem vill skora mikið og spila sjálfsagt mjög hraðanleik. Og eini þátturinn hérna sem að Skagamenn eru yfir eru fráköstin, sem það munar hérna einhverjum 4 fráköstum að meðaltali. En í öllum öðrum þáttum er þeir, en það sem að stekkur á mig hérna er þessi 3 stiga skotnýting hjá Snæfelli yfir tímabili. Já, hún er góð. 41,3%. Hún er prýðileg. Það er rosalega gott, sko. Enda svo sem kannski margar fínar skittur í liðin og liðin hans Inga hafa nú oft verið lagt aldrei upp úr því að taka þrista og láta bolta ganga og finna góð skot. Já, einmitt. En það er eitt sem að ég var við að taka saman þessa tölfræði undanförnum leikjum, að þá er svona, ef maður reynir að finna eitthvað jákvætt fyrir okkur Skagamenn, að þá hefur maður verið að horfa á þessar tölur hjá Skaganum batna í hænuskrefum leik eftir leik. Já. Og það er þó jákvætt að það er einhverja framfæri í gangi, en það eru hægar. En það er að sama augað hefur sagt manni á því að horfa á leikin að þetta fer smá batnandi og það við getum ekki annað en bara verið ánægði með það. Já, en það er erfitt ástand í leikmannahópi í að núna. Við erum hérna á heimavelli en við erum með 8 manna leikmannahóp í dag. Vantar menn eins og Jón Orra, Ármann, Andra og Jóhannes Val. Þetta eru strákar sem eru búin að spila mikið blóttaka að hafa þá ekki hérna í dag, sérstaklega mót svona sterkur liði. Það er það. Ég bara hafði hreinlega ekki gert mig grein fyrir þessu. Veistu hvað veldur það? Það eru ýmist veikindi eða meiðsli og vinna og eitthvað svona. En við vorum hérna fyrir leik að skoða lykilmanninn hjá Snæfelli. Það hlýtur að vera Kristján David Kovæl. Ég held að það sé ekki spurning, hann er góður. Hann er búinn að fara mikinn í stigaskorunni. Já, hann er búinn að eiga 2,52 stiga leiki sem er náttúrulega... Það er fáránlegt. Alveg rosalega gott, sko. Og fyrir viki með 34,7 stig skoruð að meðaltali leik sem að mér er alveg sama í hvaða deild þú spilar.
það er ótrúlega svo hann að frákasta líka mikið 10,3 fráköst með 4,1 stóðsendingu með framlag upp á 38,8. Já, það er rosalega framlagstölur. Já, og þessi lið spiluðu, náttúrulega eru búin að spila einu sinni áður í vetur, það var 3. nóvember í Hólminum og þar voru Snæfellingar mjög skorglaðir, unnu þann leik 116-79 og þeir leiddu mest með 40 stigum í þeim leik. En þar var einmitt Kóvæl með 27 stig á móti Derek Sjás var stigaðastur hjá IA með 33 og Kóvæl var nú ekki langt frá þrefaldri tvennu í þessum leik. Nei, vantaði 3 stóðsendingar. Þannig að ég held að við getum nú verið sammála um það að það stefnir bara í erfiðan leik á heimavelli í dag og rétt rúmar 9 mínútur til leiks. Ég þarf að fara að gera mig kláran í að kynna liðin inn á völlin. Þannig að ég hef spurningum að ég gefi þér bara boltan, Kristján. Já, ég get kannski rausað eitthvað. Hvernig væri það? Hvað að fara yfir, taka svona einhvern smá brot úr annál 2017? Já, ég get líka töðað. Já. Það væri mjög skemmtilegt. Já, það væri nýbreytni. Það væri nýbreytni, já. Endilega prófa eitthvað nýtt, en ég kem aftur að Vörðuspori. Það var Örn í burtu þá ákvað ég að kíkja hérna inn á heimasíðu KSÍ og það var rétt sem ég myndi að Snæfellingar hafi verið á býsna góðu rönni eftir að tímabilið svona var komið aðeins að stað. Þeir hafa unnið sko alla leikina síðan síðan og Snæfell spiluðu síðast í Hólminum. Þá unnu Snæfell og í næsta leik töpuðu þeir fyrir Skallagrimi í Borgarnesi, en síðan þá eru þeir búin að vinna 6 leiki í röð og hafa á sama tíma síðan niður nokkuð sæti. Það verður þá bara að skrifast á góðan árangur annarra liði í deildinni. Og þegar meðan liðin var að hita upp hér áðan þá fékk ég ekki betur séð en að því Öddi kom inn á hér áðan að við Skagamenn værum svona heldur þunnskipaðir í dag með að vera heimavelli með hans 8 menn á skýrslu. Ég sá ekki betur en að Hólmarar væru með sitt sterkasta lið hér að hita upp. En við fáum svo sem getur rent betur yfir það og eftir þegar verður farið yfir byrjunarliðin, en þeir voru þannig allir helstu lykilpóstarnir. Ég sá ekki betur. En þangað til að leikurinn hefst þá er ég að spá ég að fara að stökkva niður í Andiri og ná mér í kaffibolla. Ég bið bara að heilsa í bili.
Nú veit ég ekki hvað komið sæl aftur áhörðu góði, nú veit ég ekki hvort þið heyrðu vallarþulinn kynna liðin til leiks, en skulum bara fara yfir þau snöggvast. Þegar byrjunarliðin eru þannig skipuð að hjá IA er Sigurður Rúnar Sigurðsson nr. 17, Markus Levi Dúberi nr. 3, Jón Frímannsson nr. 2, Björnsteinar Brynjólfsson nr. 7 og svo er Sigursteinn Halldórsson nr. 10. Á bekknum eru Sindri Levi nr. 12, Ómar nr. 13 og Kasper Sereba nr. 6, en Snæfellingar stilla þannig upp að nr. 6 er Kristján Kóvæl, 8 Viktor Marino, Jón Páll nr. 11, Sveinn Arnar Davíðsson, veitingamaður í skúrnum nr. 33, Geri Elías Úlfur Helgason nr. 5 og þannig er byrjunarliðið. Á bekknum eru Tómas Helgi nr. 4, Rúnar Þór nr. 10, Þórbergur Helgi nr. 13, Nökkvi Már 14, Aron Ingi nr. 15, Eiríkur Már nr. 17 og Jakob Breki er nr. 9. Og þetta eru nú svona byrjunarliðin sem að við var að búast held ég með að við hjá báðum liðum með að við hverjir eru mætti til leiks eins og hjá Skagamönnum. Já, það er ótt að segja það. Það er hérna ekki mannmargt í stúkunni en þá. Nei, það mættu gjarnan vera fleiri áhorfendur. Já. Það er spurning hvort við slökkum bara á okkur og þá er fólk til þess að mæta. Já, það er freistandi alltaf sko, en auðvitað náttúrulega erum við með það á stefnuskráni að við hvetjum fólk að sjálfsög til þess að mæta á þessa viðburði og styðja þau íþróttafélög sem að eiga í hlut. Algjörlega. En við erum samt hérna fyrir þá sem að get ekki, komast ekki. Já, eða jafnvel bara komast ekki og þá sem að þurfa kannski að koma að landa og vilja þá kannski bara frekar spara sér ferðina. Góðar kveður í Hólminn. Alveg, klálega. Eitt fallegasti bæri landsins. Já, þau með eiga það. Þetta er eitt fallegasta bæjarstæði sem ég hef séð. Og bara bærin sjálfur ótrúlega fallegur. Já. Finnst mér alltaf gaman að koma í Hólminn. Alltaf gaman að koma í Hólminn. Gaman að segja frá því að ég spilaði minn fyrsta körfuboltaleik í Hólminum einmitt. Nú? Já, back in the days sko. Með Hetti? Já, ég reyndar kom nú ekki inn á í þeim leik en sem ungur maður. Já, ég var á skýrslunni. Langt ferðalag til þess að sitja á bekknum. Já,
Þetta var ágætis ferðalega, við vorum hérna í þessum fínasta Ecoline. Já. Breytum. Nei, það var ekki mikið breytum, en þetta að fara að gerast. Sigurður Rúnar ætlar að reyna að hirða þetta Kóvæl. Já. Hann Svenni hérna, hann var nú hérna á Akranesi. Nei, heyrðu, Björn Steinar nær þessu, vel gert hjá honum. Já, hann Sveinn hérna nú með 33 hjá Snæfelli. Var nú hér í skóla í mörg ár og spilaði með og æfði með IA hérna á sínu tíma. Kemur þristur í horninu, bein, það er Jón Páll. Eru strax byrjaðir. Núna er einmitt hérna Svenni er veitingamaður orðið núna í skúrnum í Stykkishólmi og Markus í þrist, hittir ekki ýmislegt til lista lagt. Já, vel gert Markusi. Stelur hann á boltanum, hann langar að skjóta, gerir það síðan. Honum leiðist það ekki, Jón eldir þetta, nær ekki boltanum. Þetta er sennilega fyrsti leikur Jóns Frímannssonar í byrjunliðinu eða? Já, ef að minni svíkur ekki. Aldursforsetinn. Já, það náttúrulega vantar mjög mikið þegar Jónur er ekki. Það er ekki bara það sem hann gerir sem leikmaður, heldur líka bara svona sem andlegur leiðtogi inn á vellinum. Algjörlega, hann svona peppar allir kringu sig. Jón, erfitt skot. Þetta var bara snyrtilegt vel gert. Já, Jóni. Kóvæl, veit ekki alveg hvað hann á að gera við hann hérna. Þá var það Sveinn, hann tekur dræfið og það fær villu, já. Villa á Dúberi. Það mun mæða mikið á Markus Dúberi í dag ef einhver tíman hann hefur þurft að bera liðið. Þá er það núna. Þá er það í dag, alveg klálega. Ég átti gott spjall við hann fyrir í dag. Hann hlóð batteríinn í Bandaríkjunum hátíðardag. En hann er svona að átta sig á þeim aðstæðum sem eru uppi á skaganum í körfunni. Og svona kannski að læra að sætta sig við þær sko. En það, ég get ímynda meira fyrir mann sem er vanur svona hátempo æfingum og með góðum liðum. Þetta hafi verið, kannski ákveðið viðbrigði. Þetta er ábyggilega meira menningarsjokk heldur en sko snjórinn sko. Já, þó ég get ekki ímynda mér að hafa aldrei séð snjó. Þetta er vel gert hjá honum. Sigursteinn var nú hérna viðlóðandi körfuboltaliði hérna hjá okkur fyrir nokkuð mörgum árum síðan. Já. Ég man nú ekki hvenær nákvæmlega, en ég man eftir að hafa æft með honum. Þetta er góð hreyfing og það er frákast og það er Geir beint honni 9-4. Markus kemur þá með boltan fyrir skagamenn og Sigurður, Jón Sigursteinn aftur, hann undir. Vel gert! Fín innkoma hjá Sigursteini. Það var vel klárað þarna, engu jafnvægi hreinlega. Nei. Ég þekki ekki til þessa pilt. Nei. Hvaðan er hann? Sko... Og hverra manna? Það er nú það. Spurning hvort við getum grafið upp einhverjar upplýsingar hann. Víti Geigar. Víti Geigar, já. Jón í baráttunni. Þá koma þér hérna. Kóvæl lyftir sér beint upp í þristinn. Og hann skoppar upp á skotklukkuna og fer út af. Þá koma skagamenn. Jón frí á horninu. Björn Steinar. Það hittir ekki en það var ágætis hreyfing og hraðaðarhlaup. Viktor Marino klárar þetta í spjaldið honni.
Kallar hann á hornin Dewberry. Sko, það ekki að sjá eiginlega félagaskipti, allavega, vel gert Sigga hana. Það ekki að sjá eiginlega félagaskipti, þannig að hann hefur ekki spilað annar staðar síðan að var að spila hérna með... Já, ég skil. Já, það hefur verið einhver staðar í kringum, já, ég veit ekki hvað ég að segja, 2002, 2003, 2004, ég samt gerir mér ekki alveg grein fyrir því. Nei. Hérna, það eins og, sko, hann hefur verið hérna sko í skóla á Skaganum. Já. En hvernig hann dúkkaði upp hérna núna, það var bara ánægileg óvænta. Já. Á sama tíma setti Siggi Rúnar bæði vítin sín onni og þeir munaðir einhver Sigursteinn að stela boltanum. Jó, fín vörn þarna, erfið sókn hjá Snæfellingum og Markus, hann langar og Jón ætlar að pósta upp, gerir það. Fer niður. Vel gert hjá Jóni. Alveg liðast í gegnum teginn þarna eins og ég veit ekki hvað. Virkilega snirtilega klára. Það það Jón Páll út á Svein, þá kemur aftur Geir. Veitir ekki. En Kóel, hann liftur sér upp. Það þarf að setja skrokkin í hann þarna. Gerði það enginn. Við vorum nú að skoða tölfræði úr síðasta leik Ía gegn Skallagrimi. Snæfelli? Nei, hérna fyrir síðasti leikur Ía fyrir jól í Borgarnesi. Sveinn upp í treyst. Beintoni. Það var mjög furðulegt að horfa á þessi tölfræði sem að skotnýting Skagamanna var jafnvel betri í einhverjum liðum heldur en Borgarnesinga. En skottilraunirnar voru bara svo miklu fleiri og það voru sem sagt að munaði skoruðu þetta í 36 stig eftir tapaða bolta og eitthvað 34 úr hérna eftir sóknarfrákvöst, þannig að það munaði svo munurinn lág algjörlega líkur þar og virkilega stórt vandamál. Markus upp í galopin þrist, setur hann ekki og Kóval kemur upp með boltan. Hann svona... Brallalegir. Sækir víti. Hann svona einn af þessu leikmannum sem ábyggilega mjög erfitt að sko bregðast við. Hann er ekki mjög hávaxinn en hann mjög stór. Hann bakvörður. Hvernig átt að láta dekka hann? Ég veit það ekki. Og svo hann mjög góðan sprengikraft og frekar kvikur. Já. Ég man þá tíð þegar að allir amerísku leikmennir sem komu hingað að spila nánast voru 2-0-5 voru 2-0-5 og þetta var það var eini sem mann eftir sem var ekki, þannig að var Frank Búker sko, þá vorum við að tala alveg þar aftur sko, fyrir 1990 sko. Þá vantaði stóra menn á Íslandi þeir eru fleiri í Bandaríkjunum en það tölvöld fleira fólk þar. Já, svolítið. Aðeins. En staðan 14-10 þegar að Skagamenn taka leikhlé og það svo sem ekki frá miklu að segja. Jón Frímannsson með 6 stig fyrir Skagamenn og Sigursteinn með 3 og Sigur Rúnar ætti nú að vera með 2 stig eða ekki? Jó, hann setti 2 víti. Setti 2 víti. Já, ég að horfa á vitlausa stað. Já, nei, Jón Frímannsson með 4, Sigursteinn með 4 og Sigurður með 2. Skorið dreifist gríðarlega vel hjá Snæfellingum. Það allt byrjunarliðið komið á blað. Sveinn með 4 og Jón Páll og Geir með 3 og síðan Viktor og Kristján Góvæl með 2 og hann að fara að bæta við hér væntanlega á vítalínunni. Nei. Geigar. Herðu það verðist nú vera eitthvað sem hann ekki alltaf sleipur í. Sjáum til, Björn Steinar beint upp í 3, spjaldið honni. Hraðaplaupstristar eru málið, ég bara segi það enn og aftur. Þetta það sem að blífur út í heimi núna. Já, Sveinn upp í 3, verðum að vera grimmari í þessum frákustum. Við verðum að gefa liðum allt og mörg tækifæri
á móti okkur. Fín vörn hjá Sigga sem að fór inn með Sveini hana og komst í boltan. Björn langar aftur en já, fer núna upp í 2 stiga skot. Dansar að hringnum. Ómar Örn komin inn á hana, tekur frákast og Kasper Sareba komin inn að líka. Markus upp í langan þrist og það er honni og Skæin komin yfir. Eitt löglegt svona jabstep og já. Hann er náttúrulega gríðarlega góð skytta. Hann er það. Og vorum einmitt að ræða síðasta tímabil hjá honum á hann aðeins, eða hann, og var að lýsa því fyrir mér að Elvar Árni Freyriksson var náttúrulega valinn maður ásins í þeirri deild sem við vorum saman í deild úti. Já. En hann vildi meina að hann hefði verið miklu betri. En munurinn hefði legið í því að hafa með hærri tölur, skortölur og svoleiðis, en hann var í liði sem hann var ekki að vinna neitt. Unnu 12 leiki allt tímabilið, meðan að Elvar var með rosa gott lið í kringu sig og þeir voru að skila úrslitum. Enn eitt frákastið, skrítin sending hann að. En ekki það, hann nefndi nú samt að fyrsta skipti sem hann spilaði við Elvar að hann sagðist einmitt það að verið vanur því að bara vaða fram hjá mönnum að bara vild, en eini maðurinn sem hann hélt að hann væri komin fram hjá Elvari að þá var hann bara leitað við, þá var hann komin aftur upp að leira og hann hefði verið gríðarlega erfiður að spila á móti. Sjáum að Kasper, ungviðið er bara sett beint á kannan og hann gerir það vel. Já, Markus stelur þessu og leggur á stað, tekur eitt múf og hann er spjaldaður Kóvæn með frábæra vörn þarna og Skæin á þennan ekki. Jó. Þetta var hugulegt blokk hjá Kristján Kóvæl. Já. Ómar biður hann undir og það er villa dæmd, já. Þórbergur sem að fara í villuna sínst mér. Ómar er gríðarlega sterkur, það er mjög mikilvægt að fá hann almennilega í gang. Ekki nokkuð spurning. Já, Markus upp í þrist, það er loftbolti og þeir pressa hérna. Það er hraðarflöp, og þristur. Nei, en það var leikmaður númer Sýndist þeir verið að gera breytingu. Það er Rúnar Þór nummer 10 sem er komin inn á í liði Snæfells. Já. Hann er Markus upp í þrist, beint honni, ekkert nema neitt. Hann er búinn að finna að hann þurfti að taka nokkur svona. Það er að stilla miði. Já, þetta byrjar ágætlega. Svít leikur hjá Skaganum enn sem komið er. 7 stiga fórskot. Fín vörst að þriðji stólni boltinn hjá Markus. Og hann er með Sindri með sér. Sindri skilar þessu honni með vinstri, glæsilega gert. Og Ingi tekur leikli. Frábær kapli núna hjá IA. Þeir eru búin að skora sennilega 11 stig í röð. Staðan var 14-10. Já. Þetta er allt og sjaldséð. En nú er 9 þeir eru búin að skora 13 stig í röð. Þakkaði fyrir. Lengi þarna á rittaraborðinu að uppfæra töfluna. Já, ég fór allir í baklás. Þetta verður nú allt í lagi. Þetta er virkilega gaman að sjá. Við skulum fara yfir svona helstu. Markus er komin með 6 stig, búinn að sitja 2 þrista. Siggi Rúnar og Jón Frímans og Sigursteinn allir með 4 stig, Björn Steinar með 3. Sveinn Arnar er stigahestur Snæfellinga með 4 stig, síðan er þeir Jón Páll og Geir með 3 og Kóvæn bara komið 2 stig og Viktor Marino einnig 2 stig. Í frákostum er Viktor Marino með flest 3 stykki og Jón Frímans hjá Skaganum með 2. En það væri gaman að sjá þetta er mikil sveifla hérna hjá Skaganum. Þetta er býsna mikil sveifla. Já. Og vonandi heldur þetta bara áfram. Það er nú oft sem að þar sem að mesta myrkrið er, það er mesta líkur að fá einhverja birtu. Já. En svo við sáum í fyrra á síðasta tímabili þegar við mættum Kanalausir í Borgarnes
Já, það var einhver besti leikurinn sem við áttum á því tímabili. Kóvæn með... Keirir og sækir vítin þarna. Það á Kasper sennilega, sýnist mér, sama liðinn á hérna hjá IA. Og sama hjá... Nei, nú gera... Geir fer út af og eina kemur Viktor Marinó aftur. Það er... Nökkvi Mári núna eina hjá Snæfelli og Þorbergur Helgi líka sem og Rúnar Þór ásamt Kristján sem er á vítalínni núna, setur seinna vítið niður. Fyrsta vítið af 4 í leiknum sem að setja niður. Já. Já, nú er að halda bara áfram og það er Horns kerfið og Siggi Rúnar galopin undir og það er varið. Rúnar varði skoti. Þín vörðnanna. En þarna var hann með bæði hornin galopin á Siggi ef hann hefði getað sendt boltan út í opinn þrist. Já, þeir fjallu vel inn hann. Það gerði það. Já, Siggi fær hann, kemur hann aftur á Markus, Sindri lefi í. Sindri finnur Ómar og Ómar leggur á stað, Sindri galopin upp í þristinn, ástuttur. Já, fínt skot samt, fínt spil. Mér finnst þessir ungu menn vera keirir á. Og hann nær honum aftur. Ég sá að Jón Þór kvartar hérna yfir hendinni, vinstri hendinni á honum hérna, hvernig hann vildi meina hann hefði skóplað sér fram hjá Kasper hérna. Markus upp í langan þrist, beint honi í. Þetta getur hann. En ég ætla að fara að hafa orðað því hér áðan að mér finnst ungu menninir sem er innan núna hafa vaxið mikið frá því í haust. Alveg klálega. Bara svona, þeir eru einhvern veginn óhræddari og bara ófeimnir við að bara mæta til leiks. Þetta er náttúrulega bara í rauninni kannski afurð af þróttlausum æfingum þó að hérna æfingahópurinn sé stopull hjá IA að þá eru þessir ungu strákar æfa gríðarlega vel og þeir spila mjög mikið. Þeir eru að spila í drengjaflokki, þeir eru að spila í B-liði. Þannig að þeir eru búin að fá sko haug af körfuboltamínútum í vetur þó að þeir séu ekki búin að kannski spila mjög margar með meistaraflokk en þá eru þeir að spila mjög mikið af körfubolta og það skila sér bara og við hvetjum að sjálfsögðu þá til þess að halda áfram að æfa af krafti og nýta sér svona strák að æfa með svona mönnum eins og Markus og eins og gerðum með Derek að líta á það sem fyrirmyndir og það er mjög mikilvægt að þeir séu þá tilbúnir að vera þær fyrirmyndir að æfa af krafti og maður missi boltan. Viktor og Ómar brýtur aftur af sér önnum villan á stuttum tíma með fáliðan hóp og megum ekki við villuvandræðum, það er klárt. Nei, það er alveg Það er ekki önnur villan á Ómar. Ég held það, jú. 38 sekundur eftir að fyrsta leikluta, Þorbergur á vítalínunni. Beint honi. Setur fyrra honi. Og seinna sömuleið, Sigursteinn kemur aftur innan fyrir IA í staðinn fyrir Markus. Þetta er áhugavert. Að pressa Snæfellingar og Kasper kemur upp með hann síðan á ferðinni. Hann er honum ítt en þetta er það sem hann á að gera í framtíðinni, það er að stjórna. Sigursteinn undir mikilli pressu, Siggi Rúnar fær hann og reynir að snýr sér hérna inn að körfunni og það er brotið á honum. Fínt hjá Sigga. Það var að taka á skarið, vel gert. Ef að einhverjar hljóðtruflanir eru sem við erum ekki alveg vissir með þá byggjumst við vel engar á því. Við leituðum mjög margra leiða ef það er eitthvað svona brakk sem þið heyrið þá er lítið sem við getum gert við því. En vonum bara að þetta skilir sér þokkalega heim í stofu. Siggi Rúnar á vítalínni setur seinna vítinni. 27-19 síðasta sóknin hjá Snæfellingum hér í fyrsta leikluta. Bíða bara hérna við. Já, Kasper setur aðeins press á hann. Hann verður að vera tilbúinur í hjálpavörðina. Kasper, fyrir erfitt skot, hittir ekki Siggi Rúnar og hann kastar fram á Sindra en það er of seint.
En 27-19 eftir fyrsta leikluta, þetta kemur skemmtilega óvart og mér finnst þetta nú bara að vera einna betri svona heilsteyftari fjórðungum sem við erum búin að sjá. Þetta var fyrstu fjórðungum í vetur. Einhvern veginn bara svona náðum vissulega þarna mjög góður rönni en vorum svo sem aldrei langt undan. Nei. Þó sem Snæfell hafi leitt þarna fyrstu mínúturnar. Já, þeir voru komist í 9-4 og já, svo 14-10 eitthvað svoleiðis. Sem að breytti síðan í 23-14. En 8 stiga munur og við tökum okkur smá hlé. Heyrumst þetta smá. Jæja, þá eru liðin að gera sig klár í annan leiklutan. Björn Steinar og Ómar Örn og Jón Frímannsson komnir inn á. Markus fær ennþá að hvíla sig. Það fínt að nýta tækifæri meðan að við leiðum að gefa honum, að halda honum ferskum. En hvað nú að gerast hér? Startarinn hefur skroppa á klósettið. Sýnist mér. Vantar hvað? Með já, rjúkandi kaffibólla. Já, Hannibal okkar. Hann er orðinn þessi allt múlít maður sem maður vissi alltaf að hann gæti orðið. Já. Það hefur lengi haft þetta potential. Já, búin að vera lengi í stjórn hjá hverfunni, sér sjoppuna, startar, lýsir, tekur kameruna, hann gerir allt sem hann þarf að gera. Já. Hann er ótrúlega, og svo getur hann líka tróðið. Já, það er nefnilega sem og í gallabuxum Í gallabuxum, það er ótrúlegt. Stuttu jumper onni hjá Þorbergi. Þeir byrja, Markus, já, vel gert hjá honum, nei, þetta er Kasper. Ómar, það er brotið á honum. Þeir ætla greinilega að koma inn í þennan fjórðung með pressu. Þeir hafa eitthvað farið yfir málin, þeir eru búin að vera svona hálfdaufir. Já. Svona verður eiginlega bara að segjast. Það er alveg rétt. Miðað við hvernig þeir hafa oft spilað, ég er búin að sjá 2 leiki með Snæfelli núna í vetur. Inn á Jón Frímanns og Jón nær ekki að skila svona í fín hreyfing samt. Sveinn yfir á Þorberg, hann er galopinn alltof, hann fór að hægra megin. Já, hann hitt ekki. Björn Steinar núna með boltan, þeir taka bara svæðispressu en þá er bara að leggja á stað, þeir brjóta pressuna, klára þetta bara með skoti. Jón fer undir, hittir ekki, hver á þetta? Já, Jón fær hann aftur og onni. Stáðsending á Sveinarnar hana. Það sé fært í bókar. Römmir svo taug, hann er rifjast upp fyrir honum, hann var einu sinni í gulu. Fín vörn hjá Jóni Frímanns. En þeir ná að halda lífi í þessu, Kóvæn, og það er galopinn, en vel niður í horninu, þetta er erfitt skot. Jón Páll, gott skot, beint onni og mokar hana. Það er skipting vantarlega. Þá kemur Markus inn á fyrir Kasper. Fínt fyrir Kasper að fá mínútur hérna. Það er búin að bara vera efnilegur sko. Þetta er bráð efnilegur strákur, alveg klálega. Það var búin að bæta þeik sinn mikið. Það komið aðeins meiri hreyfing í sóknina hjá. Já. Fín hreyfing hjá Snæfelli. Þeir eru búin að minnka þetta niður í 3 stig. En þá er Markus kominn inn á. Hann drippla bara á móti pressunni. Þeir reyna tvöfalda á hann. Hann munaði litlu að fengi. Ef hann hefði látið sér detta, mögulega hefði hann. Markus dripplar hérna fram og tilbaka. Ómar.
Aftur og Markus, 7 sekundur á skotklukkunni. Markus keyrir inn og finnur Björn Steinar í horninu. Allt og langur. Allt og langur. Sveinn yfir. Og Kristján galopin upp á toppnum. Hittir ekki. Og frákastið Sigursteins. Sigursteinn kominn. Þetta inn á aftur. Og Markus fær hérna hindurinn frá Jóni sem að snýr inn. Og setur hann hóli. Skrítin hreyfing, þeir vildu fá skref hana en ég held reynda bara að það hafi ekkert verið í boði sko. Mér sýndi það bara svona eins og hann hefði teikt sig undir handakrikan og lauma boltanum. Hann með óhefbundnar hreyfingar, það verður bara að segjast og það einn af hans styrkum. Hittir ekki. Og Sveinn að slá þetta út til Þórsbergur. Kristján bakkar út. Nökkvi og Sveinn með langan frist og þetta var áhugavert, nei, dæmt villa á... Er það ekki Rúnar? Nei. Er þetta sóknarbrot? Já. Kristján Kóvæn fer út af og ég sá nú ekki hver... Viktor kemur inn á. Já. Sá ekki hver fekk villuna hana. Það var Siggi ekki viðbúinn að fá sendinguna en... Og dæmt villa á Sigga síðan í kjölfarið. Smá hikst hjá báðum liðum núna. Já. Já, en fjórðistólinn í boltinni, Markus Dúberi hérna og hann leggur á stað bara, hann vill gera svolítið að því. Písendingið á Jón, fær enga villu hérna. Vantaði smá kraft í hann hérna. Viktor og Jón Frímann stelur þessu. Og hann ætlar að snúa við eitthvað, það er varið, Jón aftur með boltan og harfylgi Jón Frímannsson. Þetta átt hann skuldlaust. Já, stólinn bolti, second chance point. Já, Jón er að nýta þetta tækifæri hérna í dag. Nei. Þetta, ég er ekki alveg viss með þetta sko. Nei. Mér sýndist þetta að vera bara heiðalegt blokk. En getur nú spólað aðeins inn tilbaka á séð þetta, þó við getum ekki senda heim beint en við erum konum svolítið langt eftir hérna. Hann er þetta. Á meðan er Þórbergur á vítalinn og setur fyrra víti niður. Seinna skoppar upp úr og Jón tekur frákastið. Þeir pressa áfram Snæfellsmenn. Sko, mér sýnist að það sé dæmt á þessa hreyfingu hjá Jóni. 35-27 en ég held að það hafi ekki verið hendin sem fór í boltan sem maður dæmdi á. Nei. Heldur afgangurinn af Jóni. Á skróknum. Frábær hreyfing og nei. Þarna er Markus ekki sáttur. Aftur væri ég til að sjá þetta aftur. Þórbergur aftur á leiðinu og vítalínuna. Þarna stekkur Markus beint upp, sýnist mér. En dómgæsla erfitt starf. Þetta er mjög ströng villa. Alveg klárt. Fyrra víti niður hjá Þórbergi. Seinna og stutt, þetta er bara sama saga á þann. Splittar. Og kemur Markus upp með boltan. Og
Það er hindruna frá Sigga, fyrir Siggi undir með minni mann á sér. Sigursteinn finnur hann með góða hreyfingu Siggi. Villa. Brotið á honum. Þetta er skynsamlegur sóknarleikur, ég segi það bara. Þetta er það. Á í skiptingi á Snæfelli, Kristján Kóvan kemur aftur inn á. Þorbergur út af. Hann fekk ekki að hvíla neitt rosalega lengi. Skagamenn ennþá yfir í leiknum, búin að leiða allan þennan leikluta. 7 stiga munur, 35-28 og Siggi Rúnar á línunni. Geigar fyrir að vitið hann Sigga. Boltinn eitthvað blautur þetta. Hvað gerir Siggi úr seinna skotinu? Dansar hann í 36-28. Annar leikluti hálfnaður. Fín vörnandi á Markus. Og Svenni með langan hrist. Og hvað? Villa dæmd á Kristján Kóen. Ekki sáttur. Þetta nú við. Herðu, hann er þá komið með 3 villur. Þetta eru slæm tíðindi fyrir Snæfellinga, það er nokkuð ljóst. Nú þurfum okkar menn bara að sækja svolítið á hann sko. Gott og Markus gerir þetta vel. Vel gert. Myndi þarna eitthvað á hérna Sakari Warren sem að átti þetta til að stökka að fá snertingu og býða. Viktor, erfitt og Markus nær næstu að stela þessu, Jón og hann er með Sigursteinn og Markus með sér. Fín sending. Og Sigursteinn upp í þrist, hvað gerist hér? Hann dansar upp úr, Jón í baráttunni, nær honum ekki. Sveinn. Var þetta ekki bara ruðningur? En Jón Páll skorar. Markus kemur á ferðinni, finnur Björn. Allihúp! Huggulegt. Þetta fer í highlight-vídeó fyrir árið 2018, það er bara svoleiðis. Fallegt og Ingi tekur leikli að honum er ekki skemmt. Það er bara alveg klart. Enda munurinn orðinn 10 stig fyrir ekki. 10 stig, 40-30. Það komast bara ekkert áleiðis. Nei. Ía-liðið er bara búið núna, er að vinna annan fjórðung líka. Mikið væri gaman að vera með mikrofón á Snæfellsbekknum núna. Já, mér heyrist hann aðeins vera að hækka róminn. Já. Hann gerir það, en við skulum aðeins skoða liðin hjá stígin. Markus Levi er komið með 17 stig og Jón Frímannsson bara season high, 15. Hann skoraði 20 stig hérna í einum leik. Það er rétt. Hann er að fara að toppa það núna. Já, mér sýnist að stefni það. Við ætlum að reyna að jinxa það ekki, en hjá Snæfelli er Jón Páll með 14 stig. Nei, 10 stig. Þetta er nú eitthvað skrítið. Þetta er aðeins eftir á live stati. Já, mér sýnist það. En staðan er rétt hérna. Já. Er ég bara að lesa einhverja villsa tölur hérna? Hvað er að gerast? Nei. Þetta er... Jú, ég er alltaf að horfa á indexin hérna. Jón Frímanns er með 12 stig, Markus með 11, Jón Páll með 14, með 10. Hættið þið nú að röggla mig í þessu. 10 stig. Það er Snæfellingar konur á stað aftur. Við ætlum að 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Og láta boltan ganga hérna. Svona með við reynslu vetrarins og undanfarin ára svo sem. Hann er Kristján, nær ekki. Hérna, þá er gott að eiga smá inni fyrir þriðja leiklutan. Já. Og fín vörn, Sveit fær hann hérna úti. Viktor bara fer alla leið. Finnur Svein niðri.
Hann keyrir inn að körfunni. Markus, þarna fær hann enga villu og tækni vill á Svein. Þarna varði frábær vörn hjá Markus Dúberg. Blokkaði skotið með vinstri. Ég ekki frá því að Svenni ætlaði að tróði yfir hann. Ég sýndist að hann ætlaði bara alla leið. Já. En Svenni ekki sáttur og fæll enda á sig tækni villu fyrir ómakið. Já. Og Markus misnotar fyrir að vítið skulum við segja. En Skaginn fær boltan aftur. Sigursteinn og Markus fær hann inn. Markus ankle breaker. Viktor misti jafnvægið alvarlega þarna þessari hreyfingu hjá Markus. Frábær leikmaður að horfa á. Gríðarlega snöggur. Sótti erfið mjög. Hann fer á línu núna. Já. Skilar því Jóni. 41-30 fyrir IA. Já. Vel gert. 12 stiga munur. Þetta heldur bara áfram. Og bara halda þetta áfram. Eina sókn og eina vörn í einu. Viktor keyrir núna inn og Siggi Rúnar með hendnar í þessu og Jón. Sóknarleikur erfiður. Hann villa dæmt á Jón Frímanns. Hörð villa. Já, hárrétt. Já, það er alltaf lagi, ekkert lögum að komast upp í neitt múður. Snæfells liðið þarf að hafa fyrir því að finna opin skot. Eins og hér náttúrulega náður að láta boltan vinna mjög vel. En enga síður að það er leiklíði. En þeir þurfa að hafa fyrir þessu. Þeir eru með mikið pressa á boltana. Skagamenn eru búin að vera með hendur í sendingunum. Stela fullt af boltum. Þannig að þetta er virkilega hressandi svona á nýja ári að horfa á þetta. Ég bara fullurði að þetta stefni í að verða sá leikur í vetur þar sem við erum með hvað flesta stórna bolta. Já. Það er svona það sem að tilfinningin segir manni. Varnarleikurinn er búin að vera bara virkilega flottur. Já, en það er nú reyndar oft með svona tölfræðaatriði eins og stólna bolta þegar skila sér ekki alltaf allt inn í tölfræðina. Ég er búin að telja 4 hjá Markus. Statið segir 3. Já, ég held að væri með 4 og svo væri við komin með 2 eða 3 þess utan. Já, en svona skotnýtingin hjá Snæfelli hingað til leiknum er 37%. 50% í 2 stiga og 26 í 3 stiga og meðan hjá Skaganum er skotnýtingin 57 fyrir ekki 66 í 2 stiga og 40 í 3 stiga. Þannig að þetta er akkurat öfugt við það sem við vorum að skoða skiptið í byrjunleiks. Þetta er algjörlega bara spegilmyndin af því. En samt til vitni sem mér finnst við Skaginn verið búin að taka bara príðileg skot allan leikinn. Kristján ekki að finna körfuna í vítunum. Já, seinna er hann í og þá er honum skipt út af, hann er auðvitað með 3 villur. Nökkvi Már tekur hans stað í liðinu. Hann er með 4 villur. Hann er með 4 villur. Þetta var 4. villan sem að Ómar út niður í horninu og Markus fær hann aftur. Kasper Sareba kominn aftur inn á eins og Ómar Örn. Fyrir þá Sigursteinn og Jón Frímanns. Siggi Rúnar, það eru 2 á honum. Siggi neglir hann í spjaldið út. Já, Björn Steinar lét hann aðeins heyra það hann að Björn var galopinn í horninu. Það er hérna Viktor keyrir baselinið og bempaði hann Björn. Þetta var alveg hárrétt hjá Georgiu. Hvað er nú? Ekki neitt. Já, það eru 2 vítaskot. Það er bónus. Það er bónus.
Það er bara 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik og Viktor skilar þessu örugglega niður. Þessi ástuttur. Það er nú bara ekki mjög oft sem þeir hafa sett bæði víti niður í. Nei, það er það ekki. Kasper nær að bjarga þessu. Finnur Ómar og Markus enda með boltan. Siggi fer inn með Viktor en Fastur. Aðeins og föðsending. Þarna var Ómar kominn út á 3 stiga línuna líka. Markus bara sá hann ekki. Galopin. Viktor í horninu. Er Nökkvi. Viktor hinum með núna. Markus við það stela honum. Sending yfir á Jón Pál. Galopin. Þetta er fyrsti þristurinn sem hann klikkar á í dag. Markus tekur sér tíma. Ég ætla að Skalið má ekkert spila of hraðan leik með þetta fáliðan hóp. Nei. Markus, hér sér hann sér leik á borði, keyra inn að körfunni og það er brotið á honum. Hvort var það nú á Jón Pál eða Rúnar? Það er á Rúnar. Og það eru 2 víti. Sindri kemur inn á fyrir Björn Steinar. Jájá, einhver vinnattur í 11 stig, 43-32, stefnir í lágt skor hjá Snæfelli, bara mjög lágt. En það er vel gert, Ómar tekur frákast eftir vítaskot, þetta ánáttúrulega ekki að sjást og Markus upp í skrítinn þrist, hittir ekki. Ekki alveg nógu vel ígrundaskot hjá Markusi. Nei, þá kemur Viktor á ferðinni, missir valdaboltanum, nær honum aftur samt, Nökkvi. Hittir ekki, Ómar tekur frákastið. Það er það sem Ómar gerir. Og Markus finnur Sindra í horninu, Sindri upp, aðeins skakkur. En já, bara... Rópi skot. Já, hann er óhrættur við að skjóta. Viktor. Fín vörn. Geir með boltan. Keirir inn, Eurostep og dæmt villa á Sigarónar. Hans þriðja ef ég hef rétt fyrir mér þar að segja. Nei, hans önnur. Það er þá 2 vítaskot hjá Geiri. Heitir ekki. Það er alveg ofboðslega slöpp vítanýtingin hjá þeim í þessum leik. Það er lið upp á tæp 80% yfir tímabilið. Þetta er bara mjög skrítið allt saman. En seinna á hann í. Athyglisvert að Snæfell er núna með 2 örfenda leikmenn inn á. Það er ekki alltaf sem að það gerist. Kasper aftur á Markus. Jájá, tekur sér tíma í sóknina. Siggi gefur honum hindrun, vill hann ekki. Markus, og vel gert Sindri þarna í baráttunni. Mér fannst nú vera brotið á Sindra þarna. En Nökkvi á Viktor niður á baseline-u, öryggi uppmálað og þá fer Sindri á stað með boltan. Já, bara keyra alla leið. Glæsilega gert hjá Sindra Levi Ingasinni. Hann ætlaði að skora bara frá því að hann fekk boltan á vítalínunni sín megin. Virkilega snirtilega klárað. Það var það síðasta sóknin í fyrri hálfleik. Og það eru Snæfellingar sem að ljúka. Nökkvi keyrir inn. Dæmt villa af Kasper. Mjög ódýr. 45-35, það eru 6,5 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Og þá fer Nökkvi Már á línuna. Hittir ekki, langt frá því. Þetta er alveg ótrúlegt að sjá.
og aftur langt af Siggi, finnur Markus tekur á keisluna bara og það var aðeins svo mikið til ferð þarna en hálfleikur 45-35 í bara virkilega góðum leik Skagamanna bara mjög afslappaðir og samfærandi og bara standa vörnina og taka góð skot. Já, þeir eru bara sanngjarnt yfir í þessum leik. Það er bara að vera miklu betri. Já, ef við förum yfir stigaskorara hjá liðunum að hjá Skagamönnum er Markus Leví með 14 stig, 3 af 6 í þristum. Jón Frímannsson með 12 stig, 6 af 6 í tveggjastiga. Ég er nú ekki alveg að kaupa það því að hann skoraði allavega einu sinni eftir eigið frákast. Já, það er rétt. En við fyrirgefum það. Það er bara svoleiðis. Sigurður Rúnar með 6 stig, Björn Steinar með 5 og síðan Sigur Steinn og Sindri Leví með sitthvor 4. Hjá Snæfelli er stigahæstur Jón Páll með 10. Síðan koma Kristján Kovain með 6 og Þorbergur Helgi með 6. Viktor Marinó með 5 og Sveinn Arnar og Geir Elías með sitthvor 4 stigin. Skotnýtingin hjá Skaganum 48% í heildina, 56 í tveggjastega, 33 í þryggjastega og í vítum ekki sérstök, 58. Nei, þetta er ekki en 40% vítanýting úr 22 vítum. Þó búin að fá 22 víti. Já, það er í rauninni, þarna munar bara mjög miklu. Já. Að ef þeir hefur verið að skjóta ef þeir væri að skjóta á sinni réttu í rauninni nýtingu með tímabilið þá væri þetta jafnleikur sko. Já, þá myndi muna kannski 4 stigum en ekki 10. En það er bara svona 10 stiga munur í hálfleik yfir. Við erum bara brattir hér á Skaganum. Já, og við eigum 10 stig inni fyrir þriðja leiklutan og vonum bara að þetta haldi áfram. Tökum okkur hlé í 10 mínútur eða svo líkt og leikmenn og dómarar. Við erum IATV í samstarfi og Amnis og Akranesi. Við sjáumst eftir augnablik.
Já, velkomin aftur að viðtækjanum áhörundur góðir. Við erum hér IA-TV í samstarfi og Omnis á leik IA og Snæfells á Vesturgötunni á Akranesi. Ég heiti Kristján Gauti og með mér er Örn Arnarsson. Já, blessaður. Ég ætla nú að kannski að vona að smjatti í okkur heyrist ekki. Já, þetta hálfleikurinn er svo stuttur að það er ekki hægt að gúfi í sig slæsunum. Nei, eins og einhver kannski líka var við að þá datt streymið niður hjá okkur þegar rétt eftir að hálfleikurinn byrjaði. Þannig að við þurftum að fara í smá rettingar áður en við komumst í mat. Já. Þetta er nú ekki löggildur matartími. Nei. En þetta er ekki samningsbundið en eitt sko. Ég kasta skaga með boltanum út af eftir innkast en hérna staðan er eins og hún var í hálfleik 45-35 IA í vil. Góður fyrir hálfleikur hjá skagamönnum. Og 10 stiga fórskot í hlénu. Já. En Skagamenn byrjuði að misnota sína fyrstu sókn. Viktor í horninu, galopinn og stuttur. Hann nær frákastinu, kemur þessu út á Svein. Og stuttur líka, Björn slærir út, þeir ná frákastinu aftur. Svein keyrir inn á Viktor, klárar. Villa. Ágætlega, dæmt Villa á sigur. En liðið Skagamanna er þannig skipað. Þetta er liðið sem að byrjaði leikinn, sýnist mér. Það eru Sigursteinn númer 10, Markus Dúberi númer 3, Jón Frímanns númer 2, Sigur Rúnar Sigurðsson númer 17 og Björn Steinar Brynjólfsson númer 7. Og gestirnir úr Stykkishólmi eru einnig með samanlið og byrjaði leikinn, sýnist mér. Það er númer 5, þar er Geir Elías Úlfur, númer 8 er Viktor Marín og Alexandersson, númer 11 er Jón Páll, 6 afsakið Kristján Kóvalan, númer 33 Sveinn Arnar Davíðsson sem er hér að verja skot. En einu sinni sjáum við Sigur Rúnar með boltan inni með aðþrengdan og reynir ekki að finna mann með sér og Sveinn Arnar varði hérna skotið frá honum. Já, þetta er spurning hvort það þarf eitthvað að munaði litlu þarna Sigursteinn að stelast boltanum. Já. En eins og segir það, en spurning hvort að þetta sé einhver sem þarf að fara yfir eða þeir virðast vera ófeimnir við að koma jafnvel 2 á hann. Já, þeir sko falla algjörlega saman ef að boltin fer inn í teig, þá falla þeir alveg niður. Allir bakverðir. Kristján. Langur tvistur og Kristján. Við vonum að hann fara ekki að sé ekki búinn að kveikja á örbylgjuofnum. Nei, það þarf náttúrulega bara að sækja á henni sem síðustu villu. Já, losna við hann bara. Já, stóð ekki á línni. Það er hann bara. Það kemur Snæfellingar koma inn með stemmingu hérna í seinni hálfleikinn. Það er nokkuð ljóst. Búin að skora fyrstu 4 stigin. Já, þetta var nú, ég leiði mér að fullera að þetta hafi verið rangur dómur. Viktor og dæmt Villa á Sigursteinn. Er þetta ekki fyrir skotin eða eftir í skottreyfingunni, segir dómarinn. Aðalsteinn með þetta hreinu og þá fer Viktor á línuna. Nú þurfum við að kveða niður hennan þriðja leikluta draug okkar. Það er löngu tímabært. Þessi munur getur verið fljótur að fara. Bæði vítin. Bara í fyrsta sinn síðan ég veit ekki hvenar á Snæfelli sem að bæði vítin fara niður í dag. Já, algjörlega. Og Markus þetta með 2 á sér. Snýra á þá er Björn Steinar og Sigurður Rúnar skilar þessu ekki ofan í. Vill meina að það verið farið í höfuð á honum hanna. Ég ímynda mér að skref, dæmt, já. Ég ímynda mér ef að Snæfell skora næstu körfu að þá séu Jón Þór og Stefán ekkert að bíða með að taka leikli. Nei. Þeir reyna að tvöfalda á hann, alveg trekk í trekk, Jón, og það er brotið. Já. Já, Markus fær hann hana og hann leggur á stað
Þetta orðið aðeins meiri fyrirhöfn og ekkert dæmt. Markus missir hann, fær hann að höggar upp hennin. Kristján upp í þrist, Beintoni, nú leikli hjá Skaganum. Þeir eru búin að minnka munin niður í 1 stig á 2 mínútum og 19 sekúndum og það er eitthvað sem að má ekki gerast. Þetta er alveg ótrúlegt fyrirbæri þessi þriðja leikluti. Hann er það. Því hefur stundum verið fleikt nefnilega að á Skagaliði ef að það væri spilað einu sinni 40 þá væri IA fyrir löngur Íslandsmeistari í körfubolta. Já. Það er bara svoleiðis. Herðu, við kannski tökum okkur smá pásu hérna rétt á meðan í hálfa mínútu. Þá er þetta komið á stað aftur. Við vonum að Jón hafi eitthvað náða. Það er uppkast og Snæfell á boltan. Það er að finna einhverja lausnir á þessu. Stemningin algjörlega þeirra megin þessa stundina. Fyrst eftir hliðið. Það hlaut náttúrulega að koma að því að Snæfells liðið vaknaði. Þeir voru náttúrulega búin að vera hálfsofandi allan fyrir hálfleikinn. Já. Kemur Viktor á ferðinni og vill að dæmda sigur Rúnar. Hans þriðja, sýnist mér. Og þá fær hann hvíld. Ómar kemur inn á. Viktor öryggi uppmálað á vítalínunni. Já, hann er búinn að jafna leikinn. Snæfell byrjar hérna seinni hálfleikinn á 10-0 rönni. 11-0. Og Hólmar komnir yfir í fyrsta sinn bara síðan snemma í leiknum. Já, bara svona miðjan fyrsta leikluta. Pressan að virka ágætlega hjá Snæfelli. Við erum að hægja mjög á Markus, þannig að Skaginn fær lítinn tíma. Markus upp í þrist, hittir ekki. Jón í baráttunni, Björn Steinar líka. Björn Steinar skilar Sonni. Þetta var vel gert. Já, þetta var mikilvægt að fá þessa körfu. Koma sér á blað. Það er Viktor, finnur Kristján. Viktor, gott feik. Hittir ekki, en það er frákast. Hittir ekki. Og Skaginn og hennan ekki. Nei. Ég er ósammála þessu, en það breytir litlu. Snæfell á innkast. Viktor fær hann og beint upp í skot, hittir ekki og boltinn yfir spjaldið í þriðja skipti í leiknum. Við erum eitthvað að brjóta þessa pressu örlítið hraðar. Já, þetta gekk svo vel í fyrri hálfleik að brjóta pressuna. Já, annar tókst það vel. Það verður að nýta sér það að þeir eru að fara 2 og 3 á Markus. Já, það verður að gera það, að brjóta pressuna og fá gott skot í staðinn. Villa dæmt á Viktor Sýnst það? Já. Viktor að fá hér sína þriðju. Já. Hvað? Já, 14 á klukkuna. Rétt.
Markus upp í langan, þrist, hittir ekki, þessi mátti fara niður. Við erum að fá betri skot, við vorum að fá betri skot í fyrirleiknum. Þetta er ekki nógu góð ákvarðan að taka. Þetta er eins og við segjum, við köllum eftir því, höldum áfram að gera það sem virkar. Þá kemur Kristján af stað, finnur Svein, það er góð boltarhreyfing núna. Og endar á tróðslu hjá Kristján. Lamdi svo kraft í spjaldið. Markus fær hérna farþega. Björn Steinar. Jó, það er honni. Mér sýndist hann standa á línunni. Á línunni en við tökum þetta enga síður. Já. Mikilvægt að fá stig. Og vill að dæmda á Björn. Þarf ekki mikið, bara aðeins að láta boltan ganga, vinna aðeins fyrir sig og þá getum við fengið góð skot. Já, þetta var 5. liðsvillan. Þannig að þeir eru konir í bónus hér strax eftir rétt 4,5 mínútu í seinni hálfleik. Geir er á vítalínunni. Það er Ronny fyrra víti hjá honum. Og það seinna ratar sömu leið. Já, þeir eru eitthvað búin að... Snæfell búið að jafna. Náðu jafna í þessa víta. Ekkert. Ó, það er slæmbylta þarna, dómarar. Kristján liggur. Jesús minn. Jón. Tæknivilla dæmd og Jón Frímannsson. En Markus er staðinu upp. Betur fer þetta, hann fekk ágætis skell þarna. Já, þetta var ekki falleg bylta sem hann fekk þarna. Það var enginn að segja mér að hann hafi ekki verið snertur þarna í þessu sniðskoti hjá sér. En Tækniviti. Það er Ronny. 51-50. Og hér koma gestirnir Viktor með boltan og hann leggur á stað. Fer bara alla leið. Hittir ekki. Markus tekur frákast. Keyrir upp. Hittir ekki. Jón Frí með frákasti. Já. Þetta er ótrúlegt. Hann lyftist ekki. Nei, hann þarf ekki alltaf. Hann er bara... Hann er svo skrítið, maður býst alltaf við einhverju. Það sé einhvað að fara að gerast þess og gerist bara... Eitthvað allt annað sko. Allt annað. Þarna. Já, þetta er stefnir í spennandi leik hérna. Nú þurfum við að brjóta þessari Sigurstein hérna yfir á kantinum hjá Jón. Ómar. Finnur aftur Jón Frímannsson með skrítna reyning. Ómar, vel gert hjá honum. Æ, ég vantaði upp á að klára þetta. Já, gerði allt rétt þarna nema skotið. Kristján upp í þrist. Hittir ekki. Og Sveit tekur frákastið. Beint upp í annað þrist og... Geir, það er stutt. Já. Búin að fá hérna, þetta voru 2 galopin skot. Raunin Skagamenn heppnir að. Og Markus hérna upp í þrist. Hittir ekki, Jón í frákastinu. Já. Og fær villaauki, fer á vítalínuna. Hann er svo óhefðbundinn að það er bara æðislegt að horfa á það. Þetta gerði hann virkilega vel. Jón er eiga alveg bara stjörnuleik í kvöld. Já, virkilega. Hann náttúrulega vissi það fyrir leika að hann þyrfti að stíga upp í fjarveru Jóns Orra. Og hann hefur svo sannarlega gert það. Og vítið skila sér ekki honni. Skaginn leiði með einu. Núna skiptast liðin á að hafa forystuna. Nökkvi. Og Kristján og Ómar að truflan hann að Sveit. Og Kristján og dæmt villa á Markus Dúberi. Ég sá hann slóð þarna, ætlaði að reyna að stela honum aftan frá.
Hefur kannski betur bara leyft honum að fara. Já, hann misnotaði skotið og að fara á vítalínu og búin að klúra mikið af vítum, hann að... Já, reyndar, satt. En... Hárrétt ákvörðun. Það er alveg klálega enda með 2 villur. En þessi tæknivilla á Jón Frímanns var hans 4. Já. Það er svolítið áhugjefni. Enda er hann kominn á bekkinn. Þeir Sindri og Kasper kominn á. Sindri tekur frákastið. Þá fer Markus á stað. Hikar hérna og aftur er farið í hann. Ekki dæmt. Misti hérna jafnvægið í skotinu. Sveit. Og þetta er sóknarbrot. Vel gert hjá Birni Steinari. Sveinn Arnar, þetta er hans 3. Jafnt núna, 54-54, skipting, Sveinn fer út af og inn á kemur Rúnar Þór Ragnarsson. Markus kemur á ferðinni, vinnur Sindra, Sindri upp í skotið, hittir ekki, hans 3. tilraun í 3. stiga, það er maður undir körfunni hana, Viktor, Markus pressar á hann keyrir inn og finnur síðan Kristján er í horninu og Ómar lendi á honum og hann fær 3 víti. Fyrsta lekur Ronny. Hanna víti, já, hann er búinn að finna hringinn. Já, öll Ronny. Snæfell komið 3 stigum yfir, þeir hafa nú ekki verið svona mikið yfir í langan tíma í þessum leik. Það eru tveir sem að loka á Markus, þá er einhver laus. En hver? Markus upp í þristinn, hittir ekki. Þetta þarf að fara detta aftur. Ég veit ekki hvort þessi bylta sem hann fekk á hann er eitthvað að há honum. Vel gert hjá Kristján Góvæn. 5 stigum. Já, ég veit ekki, en þetta er bara ekki alveg nóg, þetta er ekki nógu góð skot. Það er hægt að finna betri skot. Sindri, vinnur Kasper, Sindri og þetta eru til dæmis miklu betra skot og þetta líka fyrir Ronny. Það er bara svoleiðis. Boltinn látinn vinna og þannig að hann geti bara gripið á skotið. Það er bara, þetta er einföld stærðfræði. Skotnýtingin fer upp örugglega 10% við það að grípa og skjóta frekar en að skjóta að driplinu og vill að dæmt á Sindra Levi gerir ég ráð fyrir og Viktor og tæknivill Tæknivill á hvern? Á Markus Dúberi. Já, menn þurfa að halda haus. Þetta er of dýrt. Ekki heyrðist hvað hann sagði. Gerði það ekki. Margar tæknivillur það sem hafa leik. Já. Í leik sem er annars bara prúðmannlega leikinn. Já. Að beggja hálfu. Og Viktor er hérna að raða niður vítunum. Þetta er ódýrt. Nú er að fara að cancela út hennan þrist hjá Markusi. Hennar rétt á hann. Það gerir hann öll 3-1 í 5 stiga munur. Og Snæfell að boltan. Þá kemur Geir inn á fyrir Viktor. Markus fór á bekkinn. Þannig að nú erum við með ungviðinn á Sindri í vörðinni hérna, Kasper með nökkva. Ómar mætir þessu. Geir fær galoppi skot fyrir utan. Og það er beint Ronny. Eins og hann byrjaði leikinn.
Núna reyna þeirra og Kasper lendir í vandræðum. Ná ekki að bjarga þessu en Í þessari stöðu vil ég meina að það sé vænlegri kostur að spila upp öllin á móti þessari svæðispressu. Já, ég hugsa það. Það sé kórrétt. Ef þú ert ekki með mann sem þeim mun öruggari. Þarna miss. Tapaði bolti, Nökkvi. 8 stiga sveifla núna bara á hálfri mínútu eða svo. Já, við þurfum að spila boltanum upp. Maður kemur, já. Siggi Rúnar, gamli pointguardinn, kemur upp í honum. Hann villa dæmt. Ég leyfi mér að velta fyrir mér hvort að Markus hefði fengið þessa villu með það sem við höfum séð hérna í dag. Það verðist ekki alltaf vera það sama einhver tittur fyrir inn í teig. En 10 stiga munur, það 10 stiga sveifla hérna í þessum fjórðungi hingað til. Sigur Rúnar misnotar fyrir að víti. Seinna fyrir honni. Já, minka munni 9 stig. Galopin við stökkskott. Já, þetta er óöðvöld núna. Þórbergur setur þetta bara honni. Það vantar eitthvað smá skipulega á þetta hjá okkur hérna. Sindri, hann ætla sér bara alla leið og gerir það. Hann lekur af Siggi Rúnar frákastið, það er varið. Siggi Rúnar aftur upp og fær villuna á hvern. Það er á leikmann númer 10. Það er Rúnar. Áræðinni hérna hjá Sindra. Hanna vantar ekki. Snæfell að vinna þennan leikluta 34-13. Það er bara þetta er næstu í að þetta slagar hátt í stigaskor þeirra úr öllum fyrir áleiknum. Já. Sigurður setur seinna á hann. 10 stiga munur. Geir með boltan. Finnur Kovæn og hann upp í langan tvist og það er honum líður vel að skjóta körfuna þarna megin, það er greinlegt. Kasper, þau mæta honum 2. Hann kemst áfram. Sindri, Kasper er að skjóta þessu. Menn verða að upplifa að þeir hafi eitthvað skotleyfi þarna inn á. Sigursteinn, hann hefur það. Það hefur nú verið betra að fá opið skot úr horninu. Já. Og villa dæmt á Ómar og það er 2 skot. 4. villan á Ómar. Okkar menn að vera tæpir á villum fyrir loka leikluta. Já, þetta var svo sem það sem var óttaðist. En það eru 2 leikmenn með 4 villur hjá 3 leikmenn með 4 villur hjá Skaganum. Markus og Jón náðu sér báðir í 4 villuna með tæknivillum. Ómar Örn var að fá sína 4 núna hjá Snæfell eru 2 með 4 villur fyrir Kristján og Rúnar Þór. Seinna viti hjá Rúnari fyrir honni. Já, það er sérstaklega dýrt að fá 4 villuna með tæknivill. Já, og það er heill fjórðungur eftir sko. Það er ekki eins og þetta sé einhver skotplayer sem að það munar tæpri sekundu á skot og leiklukku. Nei, og meina þegar það eru bara 8 menn á skýrslu þá munar allt sko. Það gerir það. Markus drepur hérna tíman. Núna eru 8 sekundur á klukkunni og hann ætlar að fara alla leið. Glæsileg hreyfing maður. Virkilega falleg. Skópla honum með vinstri. Já, ekki góður fjórðungur enn eina ferðina. Já, þriðji hann leik okkur grátt. Það er spurning hvort að, eins og þú nefndir hérna áðan, hvort þau ættu bara að hætta að fara inn í klefa í hlénu. Það verður að gera eitthvað sko, þetta er bara gerist allt og oft sko. Þetta hlýtur að vera einhvað sem er gera, þetta er alltaf saman. Já, og það er bara að þeir eru farin í klefa, hvort sem þeir eru yfir eða undir eða hvað, þá er bara að koma þér út í 3. leiklutan og það er eitthvað stórkostlega mikið öðruvísi. Bara þetta er einhvern veginn allt annar bragur núna. Já, og þess vegna bara langar mér bara að gera það til minni að í næsta leika þá bara þegar það er flautað til hálfleiks þá farið þeir bara kannski að bekkinn, segi hæ við hvern annan og farið beint í leið upp sko. Halda sér heitum.
og andlega innstiltum sko. Þetta er bara búið að gerast of oft að, já þú sagðir, við tölum það að Snæfell skorar meira, 2 stigum meira í þriðja leik heldur en gerði í fyrri hálfleik. 37-16 og eru konir 11 stigum yfir og þannig að það er upp í móti fyrir Skaga núna og eins og segi 3 menn á 4 villum. Já. Kristján Kóen búinn að taka svolítið til hjá sér og Kóen í 21 stig. Viktor Marino búinn að eiga fína leik með líka með 16, fullt á Ítalínu náttúrulega, Jón Páll með 11 stig, Geir Elías Úlfur með 9 og Þorbergur Helgi með 8. Hjá Skaganum með Markus Levi með 19, Jón Frímans með 16, Björn Steinar með 10 og Sigur Rúnar 8 og Sindri Levi með 4 ásamt fleirum. En einn leiklut eftir og sjáum hvað hann færir okkur. Við getum huggað okkur það, við erum yfirleitt betri í 4. en í 3. Já. Og við köllum bara eftir því að hér til leiks í síðustu 10 mínútunum komi saman liðið og spilaði fyrirháleikinn. Já, algjörlega. Þetta er ekkert langt í frá að vera óyfirstíganlegt. Alls ekki. Eitt gott rönn og við erum komnir inn í leikinn. Já. Þú sér það, ég meina Skagaliðið tók 13-0 rönn í fyrsta leikluta, þannig að þú veist, þetta er ekkert búið fyrir en það er búið. Það er satt. Þeir eru núna inn á Geir Nökkvi, númer 17 núna, Eiríkur Már. Í fyrsta sinn í leiknum. Já, 13 Þorbergur og Rúnar, númer 10. Það missir boltan út af. Á Skaganum er það Markus, Kasper, Sindri, Siggi Rúnar og Sigursteinn. Markus fær hann, finnur Sigursteinn í horninu. Já, þetta er skref á hann. En kláraði þetta fagmannlega enga síður. Var þetta skrefur? Ég veit það ekki, þetta er stundum dæmt, stundum ekki. Þetta er alltaf spurning, er hann búinn að taka skrefið áður en hann dribblar sko. Já, það er satt. Skrítinn hana og Markus fær á sig 5. villuna og hann er farinn. Þetta er mikið vandamál núna og Björn Steinar kemur inn á ekki hálf mínúta liðin af 4. leikluta og já, og bara máttarstólpinn farinn út af. Já, eins og við töluðum hérna fyrir leika. Þetta er maður sem að þurfti sennilega aldrei frekar að bera liðið. En nú þurfa þeir að bara bera sig sjálfir. Þeir geta nú alveg gert það. Þeir náðu einmitt hérna býsna góðum kafla með að Markus hvíldi í fyrsta leik. Já, það er rétt. Þeir þurfa bara að þóra því. Björn Steinar inn á Sigur Rúnar, Siggi á Rúnar og það er brotið á hann og Siggi Rúnar skilar þessu hann í. Núna erum við inn á hérna með 2 þrautreynda leikmenn. Þeir Siggi Rúnar og Björn Steinar. Þá kemur Kristján inn á. Þetta var 5. villan á Rúnar. Rúnar Þór, hann er búinn að kveðja. Já. Þú fá bara núna snögga villu á Kristján Kóen. Þá var þetta bara kannski 0-1 út. Siggi setur þetta á hann í. Þetta er 11 stiga munur. Geir inn á Þorberg, hann reynir að finna Nökkva, þetta er of þröngt. Allt of þröngt. Sigursteinn, hann er doblaður hana. Og nú þurfum við að láta boltan ganga rætt, Kasper með skotið. Ja. Sindri í horninu, hann dræfar, finnur Sigga Rúnar sem að skorar. Það var fínt. Já, vel gert. Gott skot. Enga munni 9 stig. Og Sindri gefa honum full auðvelda leið þarna. Þó hann er að láta hann fara til hægri reyndar. Gefur honum algjörlega hægri. Björn Steinar upp í þrist. Það er stutt, hann tekur frákasti, reynir að koma honum á Sindra í fyrsta. Ekki fín hugsun á Birni. Já, mjög svo. En þetta er erfitt að grípa og senda svona. Já,
En þetta í rauninni sko á þessum tímapunkti og í þessari stöðu sko að taka þetta skot, fara þetta onni, þá býr það til stemninguna. Þannig að mér finnst þetta mjög skiljanlegt skot að mörgu leyti. En óheppinn að ná ekki að koma boltanum á Sindra þarna því að hann var alveg galopinn. Þá hérna Nökkvi, Finnur. Geir hérna komið frá hjá Sindra, kemur hann aftur út á Nökkva. Og þar Jón Páll bara galopinn og beint onni. Greinilegt að hann getur skotið en Jón Páll. Búinn að vera mjög öruggur. Kasper keyrir hér inn. Siggi býður sig, fær ekki. Sindri, Sigurstein. Björn Steinar, hann keyrir inn. Reynir að finna Sindra. Þröngt. Löng sending. Og Nökkvi hittir ekki. Þetta var alveg vel þegið. Sindri á Björn. Og Björn upp í þrist. Björn á honni. Sérðu, gríp og skjóta. Gríp og skjóta. Það er bara málið. 9 stiga munur. 78-69. Þetta atvinnumanna lausa lið hjá vel gert hjá Kristján. Alla lið. Þeir eru að halda í við á allavega. Kasper finnur Sigurstein. Þarna var hann nú. Þetta er stutt. Aftur. Dripp og skjóta, ekki eins gott. Ætlu stiga munur. 80-69. Klukkun í gang. Viktor. Jón Páll út fyrir. Upp í þristinn. Hittir ekki. Þetta gildi greinlega bæði lið með að grípa og skjóta. Sindri Siggi Rúnar hérna upp í jumperinn, reynir að negla hann í spjaldið og niður, hittir ekki, full flatt hérna hjá honum. Já, þetta er þetta. Kristján, fín vörn hana. Flott. 80-69. Við þurfum bara að halda áfram. Já, hafa trú á þessu. Og bara keyra okkar leik og láta boltan ganga og fá góð skot. Þá er þetta fljótt að koma. Björn Steinar kemur hér. Ætlaði þarna að vera aðeins svo sniður held ég. Það var erfið sending. Hérna er komin og Viktor galopinn fyrir utan. Hittir ekki. Og hérna er komin inn á Aron Ingi, númer 15. Aron Ingi Hinriksson. Í fyrsta sinn í leiknum er ekki? Jú. Fyrir Snæfell. Þannig að þá eru þeir sennilega allir búin að spila eða hvað. Fyrir utan einn sennilega. Sindri keyrir inn, stökk skot á vítalínunni. Þetta hefur hann alveg 9 stiga munur aftur. Þetta er í jafnvægi eins og er. Snæfellingar ekkert að rúlla yfir skaliði hérna. Og Kristján upp í þrist. Setur hann heppinn þarna, Sigursteina verið ekki dæmdur fyrir villina. Já, Kasper og Viktor nærmast slá hann frá honum hann út af. Það er leiklið sem að Jón Þór tekur núna. Staðan 82-71. 11 stiga spurningum að reyna og gera kannski svona, nú fara að vera síðustu forvöð að gera einhverja allu að sigrunum. Já. Það þarf að koma fljótlega. Já, það er svo sem lítið þetta að segja annað heldur en að bara skaliði haldi bara áfram að reyna og þetta er upp í móti og þessi menn sem er að spila núna án Markus Dúberi, þeir þurfa bara að taka ábyrgð og þora. Ég gáti þetta í fyrsta, þeir geta þetta núna. Já. Ég vil að þessi gerði einhver vísindaleg rannsókn á þessum þriðja leikluta. Ég veit ekki hvort þú sást viðtalið við hérna Guðjón Val
hérna á HM í fyrra. Já, þetta fræga viðtalum slæmakablan. Já, slæmakablan. Þetta kannski erum við að tala alltaf mikið þennan þriðarleikluta, ég veit það ekki. Já, mér finnst þetta nú alveg þess verðt að tala það fyrst að þetta blasi svona við. Kasper inn og Björn Steinar nær honum. Kasper keyrir inn og skorar. Þetta flott hjá honum. Klart mál, langyngsti maðurinn í þessu liði og hann þarf hreinlega bara að þora og upplifa að hann megi. Jón Páll, fín vörn hjá Sindra. Og Sigursteinn og þeir eru hérna tveir, Kasper aftur. Já, vel gert hjá Kasper Sareva. Minka munni 8 stig núna. Þetta er möguleiki. Snæfellingar með ekkert sofna á verðinum hérna. Viktor, Kristján, hann fer á stað. Þá þurfum við að loka þessu bara. Frábær hreyfing. Vel gert þarna en á sláboltan á höndunum á honum. Þá kemur Sindri. Finnur Sigursteinn. Lesin þarna. Jón Páll á Viktor, Björn Steinar til varna, fín vörn hjá honum. Nökkvi upp í þrist. Hittir ekki. En vel gert það þegar Jóni Páli sem hann að slá hann út til Kristján sem að fer upp í tvist. Hittir ekki, Siggi Rúnar með frákastið. Björn með fótboltasending á Sindra sem að nær ekki valda honum. Hail Mary, kalla þetta. Kemur Sveinn Arnar aftur inn á. Þetta er alltaf róast. Já, klukkan vinnur með gestónum núna og þeir eru ekkert að flýta sér eðlilega. Nei, Kristján fær hindrun frá Sveini og aftur inn á Svein, Siggi til varnar. Herðu, nú vil ég rifja upp hérna skrefið sem hann fekk á sig á hann hérna Sigursteinn. Þetta var dálítið lykt af þessu. Já, það var mér. Jæja, 10 stiga munur aftur, 85-75. Þeir eru ekki eins ákafir í pressunni núna, Snæfellingar. Björn Steinar keyrir inn, missir valdaboltanum. Jón Páll fram á Viktor og þetta er öruggt 2 stig. Þetta hefur verið vandi skagamanna í vetur að tapaðir boltar skila sér nánast án undantenga í körfu hinum megin. Sáum það bara hér í fyrri hálfleik þegar við stálum boltanum trekk í trekk, skoruðum öll stig. Já. Aftur og aftur, sérðu. Það er tróðið. Já. Nú er þetta bara að fjara út, sýnist mér. 3 mínútur eftir, munurinn aftur 14 stig. Við náðum þessu niður í 8. En það er engin stemming hvorki á pöllanum í á vellinum eins og er. Siggi fær hann hér, snýr inn og gerir vel en vantar hann á að klára þetta. Skrítið að kom þarna smá rispa sem áttum 3 góðar sóknir og 6 auðveld stig. 6 góð stig bara og svo samt náðum við ekki að halda því áfram. Já. Ætlum við að séu þreyttir. Já, mér þykir það ekki ólíklegt. Já, Siggi skilar fyrir að vitinu hann í minkavunni í 13. Já, ég sko veit náttúrulega ekki hvort að leikmennir og þjálfarar horfa á þetta með hljóði og okkar hérna kommentari. En ef að ég bara hvet menn til þess að skoða þessi myndbönd vel með því sjónarmiði að sjá hvað er að virka og hvað er ekki að virka og sjá það hvernig við allt of oft höfum breytt út af einhverjum aðferðum sem er að ganga upp sóknarlega og varnarlega, sérstaklega sóknarlega. Án þess, eins og í þessum leik, án þess endilega að við höfum verið þvingaðir til þess. Nei, einmitt. Mér finnst Snæfell ekki búið að spila neitt sérstaklega merkilegan leik. Nei, ekki með það sem ég bjóst við sko. Nei, og síst varnarlega. Sindri með fínt skot, fín innkoma hjá Sindra í þessum leik. Vonandi fyrir hann allavega, ávísun á fleiri mínútur hjá honum. Frábærlega gert þarna, Sveinn frábæra sendingu og fyrstu stigin hjá Aron Inga. Sindri á Kasper, Sigursteinn,
Sigursteinn. Erfitt skot, mjög erfitt. Kasper landar laus fyrir utan þryggjastælinu. Aron aftur og vel gert. Þeir eru kannski með að missjón núna að komast í 100 stigin í meðaltali sitt. Jón Frímanns upp í þrist. Að sjálfsögðu! Hvað annað? Fyrstu þristurinn á ferlinu. Já. Þegar menn fá svona mikinn frið. Já, Aron fer út af og inn á kemur leikmaður með 9, Jakob Breki Ingarsson. Jón hvetur hérna liðsfélaga sína áfram til dáða þó sé lítið eftir. Og sér það er ennþá bara 11 stiga munur. Já. Það eru 4 sóknir. Það eru 4 sóknir. Já, Kristján gerir vel öruggur. Hann búinn að finna fjölina sína hérna í síðari hálfleik. Var bara eins og skugginn að sjálfum sér í fyrri hálfleik. Og Jón galopinn aftur eða hvað. Ómar leggur á stað. Vel gert Ómar Helgason. Helviti mjúkur þarna. Þarna þekkjum við hann. Og aftur skipting hjá Snæfelli. Leikmaður nr. 17 að koma inn á aftur Eiríkur Már. Já, Ingi búinn að rótera vel í þessum leik. Með fullan hóp. Já. Kemur Jón Páll. Hann er ennþá með hann. Sveit. Jón Páll leggur á stað með gott dræf. Jón og fín bara til Sveini. Og Jón tekur frákastið aftur. Sigursteinn endar með hennan. Tæft var það þó. Og villa dæmt. Sigursteinn keyrir inn. Jájá, þeir eru ekkert hættir. Það er virðingavert. Alveg klálega, þeir ætla sér að bara halda áfram. Sigursteinn á vítalínunni. Og það skoppar af. 95-84. Skaginn yfir sínu skórmeðaltali. Snæfell undir sínu. 95-85. Mínútu eftir. Núna Jón Páll kemur upp með boltan. Og villa dæmd á Jón. Villa dæmd á Jón. Þetta er alveg rétt. Og spurningin er, þetta er hans 5. Og hver kemur þá inn á Björn Steinar? Engin annar í boði vantarlega eða hvað? Ég man ekki hvort Siggi er ekki með 5 er það? Nei. Bara upp í, já. Við smetla hér bara þrýsti í gríminu á okkur hérna í lokin. Já, það er Tómas Helgi. Konur í 98. Þar með þeir að nálgast sitt meðaltal. Sveit, já, fín vörðni á Byrni. Þeir eru að stefna í 100 stigin. Náðu þeir að skora hérna. Þeir eru með 100,4 að meðaltali. Vel gert, flott karfa. Virkilega vel gert þarna. Já, Eiríki Má. 30 sekúndur eftir. Sigursteinn fær hann. Fær svo hindranir sem hann nýtir ekki sem skipti. Björn Steinar. Hættu nú þessu tripli strákar. 9 á klukkunni. Taktu það. Langur. Og Ómar með gott frákast og fær villuna. Vel gert. Djúpur þristur. Já, mjög. Já, kaflaskiptur leikur. Já, ekkert lítið. Já, í rauninni hjá báðum liðum. Já, algjörlega. Bara Ómar hittir ekkur fyrir að vítinu. En sko, munurinn liggur í þessu 21. sveiflu í 3. leikluta, eins og við höfum sagt áður. Það er náttúrulega langmesta sveiflan í leiknum.
Jón Páll enda með þennan hvorugt vítið onni hjá Ómari. Ætlaði að taka skotið. Það er beint onni. Þeir náðu að komast yfir meðaltalið. Þetta var frábært skot hjá Aron Inga og leiktíminn líður 18 stiga sigur Snæfellinga í Höfn hér í leik sem maður hafði á tilfinningunni framan af að gæti enda töluvert öðruvísi. Já, ég var bara virkilega brattur og vongaður í hálfleik eftir bara virkilega góðan fyrir hálfleik. Já, en við erum bara kannski þess verið að þakka bara mönnum fyrir að gefa okkur svona þá von og maður, þetta eins og við erum búin að sjá trekk í trekk í allan vetur að þetta býr í liðinu. Þið getur þetta alveg. Þetta að tengja saman 4 góða fjórðunga. Það er bara það sem að hefur vantað upp á. Og spilamennska einmitt í fyrri hálfleik sýnir að geta vel gert þetta. Þeir Snæfellingar byrja leikin vel og leiða framan af fyrsta leikluta en svo koma Skagamenn bara tilbaka með góðum leik, góðum skotum, góðri vörn og bara eru yfirvegaðir, afslappaðir og skipulaðir. Algjörlega. Og þetta er alveg hægt. Já. Ef við förum yfir svona helstu tölur í þessum leik þá erum við með stígaskorun hjá Skagamönnum Markus Leví Dúberi og Jón Frímannsson með 19 stig hvor. Sigurður Rúnar með mjög góðan leik 15 stig. Björn Steinar með 13. Sindri Leví með góða innkomu 8 stig. Kasper Sareba með 4 og Sigursteinn með 5. Í sínu fyrsta leik Ómar Örn með 2. Frákasta hæstir hjá Skaganum eru Sigurður Rúnar og Jón Frímanns og Ómar Örn allir með 7. Hjá Snæfelli erum við með 30 stig frá Kristján Kovæn, 18 stig frá Viktori Marino, 14 frá Jóni Páli, Geir Elías með 12. Síðan eru Þorbergur Helgi með 8 stig, Sveinn Arnar, Aron Ingi með 7, Sveinn Arnar með 6, Tómas Helgi 3, Nökkvi Már 2 og eins og Eiríkur Már og Rúnar Þór með 1 stig. Eini maður sem ekki skori á þeim er Jakob Breki. Já, sem spilaði hérna bara aðeins í lokin. En ég held að sé voru töluvert síðan að við vorum með 4 leikmenn yfir 10 stig. Það er það held ég ef mig minnir rétt. Já, það er lítið svo sem að segja annað heldur en að kannski að reyna að rifja upp hvenær næsti leikur er. Þetta er eini leikurinn sem var á dagskrá í dag í körfuboltanum. Já. Þannig að það er ekki frá neinu. Það er svaka prógram framöndan. Það er bara 4 útileiki núna í röð. Já, það er úthald. Já, þeir verða bara on the road sko. Þeir eiga nú reyndar, það er Breiðablik úti næst 15. janúar. Já. Síðan taka þeir 2 leiki á Ísafirði 20. og 21. Og svo 25. á móti FSU. Hvar sjáum við að gæti komið sigurleikur þarna? Getum við FSU? Við getum alveg unnið FSU. Já. En ég veit ekki með hinn, ég sá Vestra spila í Borgarnesi núna í haust og þeir virkuðu svona þokkalega sterkir. Já. En að samanskapi þá sá ég Snæfell þar líka. Já. Og hérna þeir voru miklu betur þar heldur en kvöld sko. Ég á erfitt með að sjá að við getum unnið Vestra en það er samt aldrei að vita ef við náum að fara með okkar menn alla Vestur og Ísafjörð. Þeir keyra mikið á hérna stóru mönnunum, Vestramenn, þannig við þurfum að hafa okkar stóru menn, þeir þurfum að góða leika mótið þeim. Já. Og það er náttúrulega eins og við sögum líka fyrir leika í þennan hóp vantaði 4 sko enga smá menn. Þetta eru menn sem eru með allir yfir 10 mínútur í leik. En ég vil hrósa Skagaliðinu fyrir hvernig þeir spiluðu þennan leik og strákarnir sem fengu mínútur, langt þráðar mínútur fyrir suma eins og Sindra og Kasper að þeir voru virkilega flottir. Nýta þær vel en ég kannski vil bæta við það er sko 5 útileikir í viðbútt núna út í janúar eftir FSU-leikina og ég er Fjölni úti en næsti heimaleikur er gegn Hamri 2. febrúar. Það er aldrei í það. Hér á Vesturgötunni en þangað til vitum við svo sem ekki að því að við séum með aðrar beinar útsendingar mögulega einhvað í fótboltanum en þið fylgist bara með því
Við vorum IA-TV í samstarfi við Omnis, Örn Arnórsson heiti ég, með mig Kristján Gauti Karlsson og á kamerunni Snorri Kristleson. Ég þakka þeim kærlega fyrir samveruna í dag. Þakka þér sömuleiðis. Og bara þangað til næst áfram Skagamenn.